held ég Charlie Brown með Coldplay og klukkan á 4 sem þýðir að FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn og það engin smá þáttur hjá mér í dag, stútfullu þáttur og gestastjórnandi þáttanins eitt mesta FM 957 legend of all time, þið þekkja hann öll, Kolbi Kolbsson. Ásgeir Kolbsson, verður velkominn. Takk. Þetta var falleg kynning. Já, þetta bara, sko, það eru hérna þú, Kalli Lú, Þröstu 3000 og Svali, þetta FM legendin í mínum huga. Það svoleiðis. Já. Varstu að hlusta á okkur á króknum á sín tíma? Og Heiðar Austmann. Nei, en þeir eru bara FM legend. Okay. Við vorum með Móno og Söðukröki. Og samt að hlusta á okkur á sín tíma. Það var ekki FM 957 þar. Og það satt að hlusta á mig á sín tíma. Já, ég hlusta á þeir, þú varst með bréfið á Bylgjunni reyndar, ég viðurkenni það, þú varst að lesa upp svona vandamál fyrir fólk. Já. Og sem að minnum það, ég ætla að koma þér óvart hérna eftir. Ok, við komum betri inn á þetta. Ég ætla að koma Ásgeir aðeins á óvart. Við erum með, eins og ég sagði, stút fullan þátt fyrir ykkur í dag. Páll Óskar, afmælisbarnið, hann 42 ára í dag. Hann kemur hérna til okkar rétt á eftir. Og já, meðal annars mætti hann fyrir til mín í dag og við tókum upp at. Þannig að það símaat með Páli Óskar hérna eftir. Virkilega skemmtilegt. Þar sem að, já, ati gengur út á það að hann hringdi fyrirtæki sem með risa ásatíð á morgun og lét eins og hann væri að fara skemmtar og maðurinn kom náttúrulega fjöllum og Palli ekki sáttur því að hann var búinn að taka kvöldi frá. Þannig að það virkilega skemmtilegt. Hann mætir hérna eftir. Svo kemur Chubby Little Swessman með föstudagslægið eins og alltaf og já, ég veit hvaða... Var það Gauli hérna fremmi á hann eða? Í Sessa? Já. Nei, hann mæti bara klukkan 4:30. Þetta verið bara eitthvað gaul frá Bylgjunni sem heyrður á. Já. En ég veit hins vegar hvaða lag hann ætlar að taka. Já. Hann ætlar að taka Nothing Compares to You með Sinead O'Connor. Já. Sagði mig það í gær. Þannig að það verður stemming, hann og Halldór Gunnar hérna mæta líka eftir. Já, svo verða Magni og fleiri hérna eftir klukkan 5. Þannig að það eiginlega bara stút fullu þáttur. Svo eru sturla staðrindir á sínum stað og ég veit ekki hvað og hvað. En ef við byrjum nú bara á gestastjórnandunum, Ásgeir Kolbensson, strákurinn sem að allir kallmenn vilja vera og allar stelpum langar í, hvernig hefur það? Það er bara mjög gott sko. The Cold Father. Já, það var svo gott í gær. Ég held að bara flesti taki undir það. Það var í gær, fannst mér að koma í vor. Já. Og ég fór að sofa í gærkvöldi með svona bara gleði bara í hjarta og bara leiði útrúlega vel og góðu dagur og sól og eitthvað. Já, þetta gerir helling fyrir mann. Helling? Þegar ég vaknaði í morgun og svona, veitu, hvað gerðist? Já, það bara allt í nú jól. Já, jól bara út að skafa og einhver vitleysa sko. Já, þetta viðbjöður. Það eins og þessi alltaf verið að dikttísa mann með þessu vorið hérna. Kom svakalega eitthvað að leiða á þessu vetrardrasli sko. Já, sérstaklega líka sko, fyrst að Gussi þarna uppi, hann að gefa manni svona smá von. Já, og síðan kemur alltaf sama, já, sleimu vetur, gott sumar. Já, er það einhver regla? Nei, auðvitað ekki, þetta er svo páskahret. Hvernig getur þú lofað einhverju páskahret eða páskahretin ekki alltaf á sama tíma? Nei, nákvæmlega. Já, það kemur nú eitthvað páskahret í ár. Já, þannig að þú vilt menna þetta sé allt bara kjaftaði. Já, meira og minna. En svona fyrir dreng eins og þig sem á dýrasta skíðagala landsins, þú hatar nú alltaf snjó. Nei. Ég hef heyrt af þér upp í brekku. Já. Þú ert skíðamaður, ekki? Jú. Þú ert ekki á snjóbrett, það ekki til nú stórt bretti fyrir það. Nei, örugglega ekki sko. Þannig að það liggur við að ég sé bara, sko, ég nota alltaf 45-6 í skóm. Já. Þannig að liggur við, ég þurfi ekki skíði heldur sko. Já, ok, hvað ertu hár? Ég er 1,93. 1,93? Já. Það samt synd að vera 1,93 og ekki með vott af íþróttahæfileika í sér. Já, á skíðum. Á skíðum, já. Veist að ég get alveg challenge þeirra fullt að liða á skíðum sko. Já, það hefðu nokkuð lið í körfunni í gamla dagur að vilja fá þig í körfuboltan. Já. En þú ert náttúrulega með 2 vinstri fætur þegar kemur að íþróttum. Já. Ég get ekki ímyndað með þig hvorki körfuboltan né fótbolta. Það er rosalega fyndið sko. Já, varst ekki líka bara meira, þú ert ekki svona bílakallið það? Nei. Nei, þú ert ekki að gera upp bíla þú á 17 ára. Nei. Þetta skiptist náttúrulega oft þannig, sumir eru í íþróttum, aðrir eru með svona bíladell og eitthvað, hvað varst þú að gera? Bara senda stelpum bréf og eitthvað? Ég var náttúrulega í útvarpinu kallið minn, ég byrjaði 17 ára hérna á FM 957. Já, eins og þið heyrið, 17 ára á FM 957. Við erum með legendið í húsinu, það er bara þannig. Það er bara svolítið sko. Föstu dagur allir í gír, það þýðir sem þetta getur farið í fílu þó sé smá snjókoma, það var reyndar komið smá sól á þann. Já, smá gír á þann. Það verður að gefa okkur aftur von. Held að sé með þess að smá á morgun eitthvað svona pínur sóljafel sko. Já, við fíla það. En já, eins og áður hefur komið fram að þá föstudagslægið með Svessa Bergmann, Páll Óskar hérna rétt á komin og hann gerði símat og já, bara hellingu framöndan, mikil stemming hjá okkur strákunum. Svo ætla ég að koma Ásgeiri hérna óvart eftir smá stund en við ætlum að byrja þetta á Ríhönnu og Drake, Take Care. Then I've Lost. Þetta eitthvað sem að Sigurbúðinn Kolbensson þekkir, ekki satt? Jú. Þekkja þetta allir.
Drake og Rihanna með Take Care, þeirra hlusta hérna á FM 95 Blöð og við erum í miklum föstudagsfíling. Verður mikil stemming hérna okkur í dag, hellingur á gestagangi og bestu söngvar að landsins á leiðinni, bæði Sverrir Bergmann og Páll Óskar og Magnificent og fleiri. Þannig að það er þétt dagskrá framundan, en það er hins vegar komið að slúðrinu og ég held að það sé þægilegt að vera með þig hérna í slúðrinu, Ásgeir. Okay. Þú ert svona pínu feminin, eða svona, þú ert svona metrómaður og fylgist með fólkinu að úti og ert náttúrulega með þátt sem að fjallar um bíómyndir og svona. Herri, ég ætla að byrja slúðrið á Rihannu sem vorum einmitt að hlusta á, en hún hefur víst lést mikið upp á síðkasti og hefur fólk einhver áhyggjur af því að hún sé að svelta sig, en hún var núna að koma með þá yfirlýsingu að hún borði en skiljið bara ekkert í þessu, að hún tekur til dæmis hérna fram að hún fær sér oft McDonald's klukkan 3 nóttina sem að ég veit ekki hvað það á því að svo sem, en hún segist bara eiga í erfiðleikum með að halda kílónum á sér og þetta sé ekki eitthvað sem hún er að sækjast eftir því að hún vilja bæði vera með rass og brjóst eins og hún segir hérna. Stressuð bara stelpan. Já, er ekki bara mikið að gera hjá henni. Lest það út úr þessu. Já, þú lest það út úr þessu, hún sé stressuð. Já, heldur hún sé stressuð sko. Yfir hverju er hún stressuð? Já, bara, veist, eitthvað, ég menna, það er, veist. Ná að gera á svona? Já, bara erfitt að vera á tónum. Já, það er þetta rétt þér. Það er hárrétt hjá Ásgeir, en við óskum henni bara alls eins besta. Vonandi nær hún að halda þessum kílóum á sér. Næsta vandamál? Næsta vandamál er, næsta slúður er Lamar Odom sem er fyrrum leikmaður Los Angeles Lakers og er að spila núna með Dallas Mavericks. Hann er giftur henni Khloe Kardashian sem er systir Kim Kardashian og þau eru núna með sinn eigin raunveruleika þátt sem er svona spin-off af Keeping Up with the Kardashians og það heitir eitthvað Khloe og Lamar. Ég sé þetta á þetta er ekki áhugaverðir þættir eins og hann er nú góður körfuboltamaður en hann vil núna hætta í þessum þáttum. Hann segir að þessi þættir séu allt og persónulegir og það sé að koma hlutir þarna fram sem að hann hafi engan áhuga að komi fram og segir svo hérna að þetta er farið að bögga með pínu því að mér líður eins og ég sé giftur the whole Kardashian Empire og skilji það vel eins og ég sá bara núna daginn eitthvað í þessu rugli að þá er hún grátandi yfir því að henni finnst hún svo feit í öllu sem hún fær í og hendi einhver í hann og var alveg brjáluð þannig að ég skil hann vel. Þetta er svona ef þú giftist inn í þessa fjölskyldu þá bara fær alheimurinn að sjá allt sem hann gerir. Já, hann alltaf hafði ekki hugmyndu þar reyndar á hann að gekk inn í þetta hjónaband sko. Já, ég held að hann alveg grunað það. Nei, grunaði ekki neitt sko og bjóst ekki við þessu sko. Nei, hann kannski bjóst ekki við þetta svona mikið. Nei. Hefur þú hort á þetta? Nei, ég hef ekki hort á þetta. Ég hef hort á hitt þarna Keeping Up? Já, þetta er svo mikið eitthvað, það er þarna Courtney og Khloe eitthvað Take Miami og síðan Take New York og eitthvað, þetta er svo mikið þannig ég veit ekkert hvað ég hef hort á en ég hef séð eitthvað af þessu og ég sá til hans þetta meðan hann Kim þegar hún var að skilja við hennan gaur hana. Já, körfuboltamanninn. Já, og ég verð að segja að ég bara skildi það vel sko. Já, ekki Ég sá eitthvað atriði sko, hvort hann var eitthvað grínast og hendin út í vatn. Það voru einhverju skemmtiferðarskipi eða eitthvað og hún var bara brjála því hárið blotnaði eitthvað sko. Já, þú skildir hann minnar. Já, skildi hann. Ég er einmitt sammála því. Það var bara öll fjölskyldan var bara, ég hugsaði bara, vá, hún er bara drep leiðir sko. Já. Það ekki skrítið og að því síðan var hann að nýta eitthvað í liði bara, ég verði ekki svona leiðilegur. Já, áttum ekki að mista eitthvað ring eða eitthvað sem fannst svo aftur og eitthvað. Jú, bara eitthvað rosa drama sko. Já, ég er sammála því. Þetta er einhvern veginn, ég held þess ekki heillandi að giftast inn í þessa fjölskyldu. Ég held ekki sko. En herðu, svo er það síðasta slúðrið og það finnst mér eiginlega bara ótrúlegt en Home Alone 5 er á leiðinni í bíó og þar munu Malcolm McDowell, Debbie Mazar og Ed Asner fara með aðalhlutverkin. Fyrsta lagi, ég þekki engan að þessum leikurum og tel ég mig fylgjast vel með bíómyndum og svo vissi ég ekki að væri komið Home Alone 3 og 4. Nei. Hélt þetta áfram eftir að vinnu minn Macaulay Culkin hætti? Já, ég held ég hef einhvern tíðan séð hérna eitthvað 3 eða eitthvað sko. Hún var bara basically, það var annar strákur, bara sama skilur, bara málningafatan, datt niður, einhver annar á kúlum á gólfinu. Það var alveg sama skilur, bara einn heima, hvað ætlaði að gera meira með þetta? Já, allavega 5. myndina. Ég giska á þarna, það er hún byrjið sem svona eitthvað happy family, sem fer fjölskyldan eitthvað. Já, og skilur hann eftir. Gleymir honum. Nei, farið út í bílvinnur, við komum eftir smá stund og hann eitthvað fyrir að gefa hundinum sem allt í halda allir sér kominn og... En hvað er þetta að tegja þetta koncept lengi? Ég myndi segja upp svona 15. Já, Home Alone 15. Home Alone 15, þá er þetta ekki lengur 15, þá er þetta orðin einhverju rómverski stafir. Þá komið í þann gýrin. En þú ert nú svona kvikmyndaböff, þekkjuru Malcolm McDowell? Eða Debbie Mazar eða Ed Asner, þekkjur þessu nöfn eitthvað? Nei, þetta er líka held ég þannig sko að auðvitað væri maður alltaf til að leiki Hollywoodmynd en spáði samt í því ef að umboðsmaðurinn hringir í því bara herðu auðvitað ég er búin að landa hérna hlutverki fyrir því vel gert maður, já hvað er það? Herðu það er Home Alone 5
Já, herru, veist að ég er góður bara. Ég held að það ekki bara halda áfram að höstla eins í einhverjum öðrum bíómyndum eða þáttum. Já. En þetta að koma, sko, síðan spurningin hvort hún sé að koma í bíó eða ekki, sko. Hún er að koma í bíó. Ef þetta er að koma í bíó, þá náttúrulega, þá eitthvað mikið að það, sko. Já, suma myndir náttúrulega komast bara ekkert í bíó. Nei, veist, ég meina maður skilur sumt við bara svona beint eitthvað á rental, sko. Já, ég held að þetta sé líka eitthvað svona sem þú myndir eiginlega ekkert nenn að segja viniðinum. Bara svona strákurinn bara komið með sitt eigið hlutverk. Nú, já, Home Alone 5, ég var einn heima og það verður allt vitlaust. Já. Þetta skemmtilegt. Þetta var slúðurpakki dagsins. Hér rétt handa á hornið Páll Óskar og í fyrsta sinn sem að Páll Óskar hrekkir einhvern veginn að hann sagði. Hann hefur gert þetta einu svona aður. Þetta er allavega símat hérna eftir með Palla. Ásamt því að við ræðum við þann mikla höfðingja en fáum fyrst, já, svona sumarlag. Þetta lag átti heima í gær. Vonandi styttist í Wild and Free, FM 95 blöð hérna á FM 957. Mauti og Ásgeir með ykkur hérna til 6 í dag í Fanta Feeling. Og herru, ég var að rekast hérna frétt, Ásgeir, sem að mér finnst mjög áhugaverð. Fann hana hérna á df.is. En það stendur að Davíð Oddsson, hann er sólginn í Lotto, fyrrverandi seðlabankastjóri freistar gæfunar. Og hérna er verið að tala við eitthvað sko vaktstjóra á N1 og hann vil meina að Davíð Oddsson komi reglulega og kaupi sér 10 happaþrennur og hellinga lottói og vikingalottói. Og þetta hefur vist gert oftar en einu sinni og oftar en, hann segir þetta sé mjög reglulegt og þetta finnst mér nú bara pínu áhugavert. Ég er búinn að finna þarna fellow gambler. Já. Davíð Oddsson. Það er bara skemmtilegt. Styrkir háskóla með happaþrenninni og íþróttahreyfinguna, það er bara gott mál. Já. Ég er eitthvað. Heldur að Davíð Oddsson sé vottur af spilavíkli í honum? Nei, held ekki. Nei, ég held að þetta sé meira bara svona, sko Davíð Oddsson er svona típan sem hefur bara meira gaman að því að skafa, held ég. Já, langt síðan hefur fengið happaþrennu. Ég? Já, ég er enda lítið í happaþrennu, þó ég sé gambling man, sko. Já. En ég kaupi stundur Lotto. Já. Það er enda alltaf eins þegar maður kaupir Lotto. Þá hugsa ég alltaf, sko, veist, ég byrjar að hugsa, sko, hvað væri nú gaman ef maður myndi vinna þetta. Og ég byrjar svona að hugsa hvað ég myndi gera og eitthvað svona, ef maður myndi fá stóra vinningin. Og ég er líka það öruglaður, sko, að stundum þegar ég er búinn að kaupa með Lotto með það, og ef ég keypti hann eitthvað svona óvænt, skilur, ég var kannski til dæmis að sækja einhvern eða bara kaupa með pulsu í lúgunni, þá hugsaði ég stundum með mér, vá, þetta er svona ekta tími sem ég myndi vinna Lotto, að ég ætlaði ekki að kaupa Lotto með. Örlögin eitthvað svona. Já. Svo bara en allt í einu bara poppaði eitthvað í hausina með þegar ég var að kaupa þessa slöngu hérna, að ég gæti unnið í Lottóinu núna. Já. Ég er nákvæmlega eins. Já. Ég er kannski bara fyrir að versla í hagkaupið eitthvað, er síðan að labba fram hjá Lottóvélinni og þá heyrist bara einhver í sjoppunni, já, hérna hvernig að loka Lottó og ég ætti svona, Lottó? Já, það er miðvikudagur, Víkingalottó, eitthvað ofurpottur, eitthvað svona, já, hörru, rík í kassan, og ég bara svo sem er eftir mér, þá búið að loka kassan, ég lendi því, þá bara, ég fekk seinasta miðan, og þá hugsaði ég, ok, nú er ég bara að fara að fá, 500 kúlur. Já, þetta er svona, þetta er my moment núna. Þetta var bara, ok, Ásgeir, bara býðum, lokum kassanleiðan er búin að ná í miðan, kominn, ok. Já, síðasti miðin. Já, og síðan fæ ég ekki eina. Nei, ég veit það, svo er það svo pirrandi, svo ertu komin heim með miðan og ert búin að hugsa eins og ég leik með stundum, ég veit ekki hvort ég sé eitthvað bilaður, en ég leik með stundum á að hugsa, að sjá ekki tölurnar og fá í fréttunum að það sé ekki enn búið að sækja vinningin. Þá er ég kannski Spennufíkil. Já, svona nettur. Og þá er ég að hugsa með mér, ok, það er engi búinn að sækja vinningin, það gæti verið minn miði, komin aðeins meiri spenni í þetta, en svo er ég svo pirrandi, svo ferðum við miðaðinn og fyrsta talan, nei, önnur, nei, svo fer ég næstu röð, nei, og þetta er strax dögt bara á 1 mínútu, öll spennan sem hann búinn að byggja. En sko, ætla aðeins að hjálpa með þetta geti gert þetta ennþá skemmtilega, þú ferð bara með miðan, ef mér býður eftir þessum upplýsingum, ferð síðan bara miðan í kassan, veist ekki neitt, skoðar ekki tölunar, stingur hún bara í, færð bara út, sko. Já, herðu, það er bara gott ráð þér. Geti komið allt í innu bara eitthvað, þú veist, vannst eða vannst ekki eða eitthvað, þú veist. Já, þetta, ég hugsa að Davíð Oddsson sé að taka þetta svona. Gæti verið. Ég held að hann bíði. Ég veit að Davíð Oddsson hlusta mikið á þennan þátt á milli 4 og 6, þannig að Dabbi út að hlusta, þá er þetta bara fínt triks fyrir okkur strákana. Já. Að ekki skoða tölunar, heldur fara bara með þetta í kassan og það er spilafíkillinn Ásgeir Kolbensson sem er að koma með þessi ráð hérna handa okkur. Já, ég lendi með stundum í þessu að því ég fylgjast ekki svona mikið með þessu eins og þú og þá er ég með þetta í vasanum kannski. Fylgjast ekkert, ég er ekkert alltaf að fylgjast með Lotto. Nei, en skilu, ég kannski alltaf inn að opna bara einhvern vasa á jakkanum hjá mér og það er einhver Lotto með því. Já, það er enda vel gert. Og þá feikir aftur hérna í þessu sem þú sagðir svona, Lotto, byrju, heyrðu, það er alltaf nokkru árið sem að gleyma sækja með. Já, týna með honum. Já, og ég fer, veist, og alveg 2 tölur eða hvað ég þar. En er spilafíkillir, Ásgeir? Nei, ég get ekki sagt það. Mér finnst mjög gaman samt á svona og ég, Þú ert ekki að gambling man? Nei, já, veist, mér finnst mjög gaman, sérstaklega svona svo Vegas og svona. Já. Við þekkjum það nú. Já.
gaman að fara og spila á alveg spilabólum og svona dóti og blackjack og En þú ert ekki að tippa á lengjunni eða neitt svoleiðis? Nei, ef ég myndi tippa á lengjunni þá væri það einmitt bara örlögin sem myndi láta mig vinna þar því ég veit ekki neitt fótbolta eins og veist. Það getur verið fínt fyrir þið bara. Já, kannski. Er það ekki yfirleitt þannig? Já. Herðu, Páll Óskar, hann er hérna rétt á kominn og við erum með símat sem hann tók upp hérna fyrir í dag en hoppum í örstuð skilabóð og komum svo galvaskir aftur. Pétur á FM 957 Rétt spjall, eðlilegar og furðulegar fréttir 10 mínúta yfirtakan og að sjálfsögðu Topp tónlist Pétur alla virka daga milli 10 og 1 í boði Taco Bell 10-11 Mountain Dew halvur lítri á 99 krónur Korni orkustöng á 99 krónur Hershey súkkulaði á 149 krónur Monster orkudrykkur á 299 krónur 10-11 alltaf opið Fjölskyldufjör á Greifanum í mars. Allar barnamáltíðir á aðeins 500 krónur og að auki fylgir svali og einn leikur í keilu með hverri barnamáltíð. Greifinn. Móttuvarsbólirnir fást í Dogma. Að hverjum seldum móttuvarsból renna 1500 krónur til Krabbameinsfélagsins. Vertu kallmaður og móttaðu þau upp í Dogma. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af, nú með brúmberjum. Laugardaginn 17. mars verður opið hús í Reebok Fitness. Dillaðu þér í vinsælustu Zumba-tímum landsins og pröfaðu að láta svitan renna af þér í einum glæsilegasta hot yoga sal sem sést hefur. Hjólatímar, body pump, CX Works og frumsýning á Body Balance. Heyrðu já, Reebok CrossFit Katla verður einnig með kynningatíma fyrir þá sem þora. Taktu laugardaginn frá fyrir betri lífstíl. 2.990 á mánuði og engin binding. Skráðu þig strax inn á reebokfitness.is Reebok Fitness, Holtagörðin FA Cup með Budweiser í beinni alla helgina á Hvítariddaranum Mosfellsbæ brakandi ferskir 5 í fötu á tilboði Hvíti riddarinn Mosfellsbæ 433.is Glæný fótboltasíða opnar í dag 433.is Alltaf í sókn Fermingar jakkafötin eru komin í hús Herra Hafnarfjörður St. Patrick's Day á English Pub á morgun Stór Guinness á 500 kall til 10 og Jameson á tilboði Lifandi tónlist og boltinn í beinni Láttu sjá þig á St. Patrick's Day á English Pub, Reykjavík og Hafnarfirði FM 95 Blö er í boði Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það. Ég finn blöð með ykkur hérna á föstu degi og Ásgeir Kolbeinsson er ennþá hérna með mér, gestastjórnandi, FM Legendið og það er komið núna Ásgeir, ég var búin að undirbúa svolítið hérna sem að, já í gamla dag þú varst á Bylgjunni, þá varst alltaf að lesa brefið. Já. Fólk sendi inn eitthvað svona bref vandamálin sín og miðnætti á sunnudögum og þá last þú þau. Já, ákveða, passar. Já, það passar. Já, vandamál og svona bara eitthvað sem kom upp á. Já, nákvæmlega. Og leistu það fagmannlega. Já. Og var það ekki stemming? Það var mjög skemmtilegt og þetta var alveg svona toppurinn á kvöldinu, sko. Já, ég mitt hlusta á þetta þegar ég var rúndinum á Sauðárkróki. Já, pottþétt, sko. En herru, ég er með bréf hérna fyrir þig til að lesa. Já. Og þetta kom hérna, nei, þetta er nýtt frá... Var að byrjast? Já, frá hlustanda. Og maður sé, ég ætla hérna að vera með tónlistina hérna tilbúna undir þetta. Ég er búin að finna tónlistina sem þú varst með þegar þú varst að lesa bréfið. Okay. Og herru, hérna ætla ég að rétta bréfið sem að mér barst þættinum eftir að það var einhver hlustandi sem að vissi greina að þú var að koma til mín. Og hérna, nú lestu bara þetta bréf frá byrjun og ég kjúa hérna tónlist. Ég lista svona alveg með... Já, eins og þú séð þættinum. Já, ok. Já. Hæ og takk fyrir góðan þátt. Ég er með smá vandamál sem ég vantar aðstoð með. Ég er mikill fóli og hvern fólk hefur aldrei verið vandamáli fyrir mig. Ég er frægur með flotta bachelor íbúð og keyrum á BMW. Já, ok. Það má segja ég lifi drauminn, en það er samt eitt sem er alltaf að bögga mig. Ég er mjög hávaxinn og myndalegu með líkama sem margir aðrir fertugi menn myndu drepa fyrir. En því miður fættist ég með háralit sem ég er ekki sáttu við og hef því gert allt í mínu valdi til að leyfa fólki að sjá hann ekki. Þetta er ekki á engifinu? Hvað er að þér? Hvað er að þér?
Þetta var ekki sendt inn eitthvað. Þetta eitthvað að klikka. Bíddu. Alltaf vorum að lesa. Já, halda fram. Ég var ljósarður í 5 ár og búinn að vera vel dökkari núna í 6 ár. Rauða hárið mitt hefur ekki séð síðan ég var 13 ára gamall og móðir mín var alltaf að þekkja mig síðan. Hvað er að þér? Þetta er eitthvað að klikka. Herðu, Ásgeir, ekki vera að blanda, af hverju lest ekki bara bréfið? Þetta er alveg mál, þetta er bara hlustandi. Já. Ég skammast mín ekki fyrir háralit minn en ég vil bara ekki vera með hann. Mamma og pappi tala ekki við mig en nánast allir aðrir gera það. Ég er svona það sem kallast a hot celebrity með minn eigin sjónvarpstatuar. Hvað ertu eitthvað að klikka? Þetta er rosalega vængifinn maður. Þetta er að búið, Nei, þetta var að búið. Já, lest þetta. Vá. Ekki vera breytur röddu. Hvað finnst þér ég ætti að gera? Á ég að kynkja smá stolti og fara í gamla góða liti minn eða halda áfram að vera maður með dökka þykka hárið? Hvort er mikið að það fjölskyldan eða restin af landinu? Ég veit að ég missi ekkert vinnuna þó ég fari í gamla litin en ég gæti mist fans og það er ekkert mikilvægara en the fans. The fans? The fans, já, þetta er fans. Já, þetta er enska, hvað? Ertu ekki í skóla? Já, bara stendur ekki þannig hérna, sko. Ok. Á maður að spara sér 1,4 ár á ári og Á maður að spara sér 1,4. Hvað er þetta? Já, einmitt. 1,4 á ári og setja nýja felgur á bimman eða á maður að vera með good looking hár. Hvað myndir þú gera? Kveðja diggur hlustandi. Já. Þú ert svo skrítinn maður. Þetta er bara bref sem brast. Nú, bast, hvað, kannast eitthvað við þetta? Já, ég meina það var svona eitthvað sem tengdist líka mér. Kannski eitthvað. Ef að þetta væri brefið á sunnudegi, hvað myndirðu ráðleggja þessum unga manni? Bara ráðleggja? Er eitthvað vandamál á þessum manni? Hvað er að þér? Hann er að senda þér þetta bref. Myndirðu ráðleggja honum að fara í gamla góða hárlitin, rauða, eða... Ég myndi ráðleggja honum að gera það sem hann líður vel með bara. Já. Það var alltaf nummer 1 og 3 hjá þér í þessu þáttum. Þannig að heyrðu það, elsku vinnur sem ert þarna úti og hefur ágjörð af þessu, gerðu það sem að þið líður vel með. Þá heyrur það hlustandi, ég veit að hann hafði mikla ráðagjur að þessu. Þú veist, fans, kannski ekki að lesa þetta fans. Já, hvað er þetta? Þetta er enska hérna, þú klúðraðir aðeins, en það sýndi okkur það, kæru hlustendur, að Ásgeir er aðeins að ryðga í brefinu, hann hætti oft og þetta var ekki svona í gamla dag. Ég skal koma hérna næst, þegar ég kem þínu þáttinn, þá skal ég koma með eitt svona original bréf. Já, ég fíla það. Ég átt allt til á spólum heima. Ok. Þau ekki að koma með alvöru bréf. Ég er til í það. Herðu, þetta var bréfið í FM 95 Blö, fáum eitthvað guttshitlag. Þetta er grjótartlag. Þetta er Heartbeat með Childish Gambino. Þið eru að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957. Herru, varstu ekki, sáttu við þetta bréf á hana? Já, ég mitt. Hvað er að þér? Hvað er að mér? Þetta var bara hressandi. Nei, herðu, hver er að labba hérna um hurðina? Það er afmælisbarnið. Herru, komdu hérna. Páll Óskar Hjálmtísson er mættur hérna í stúdíó til okkar. Það er blessaðan daginn. Sæll og blessaður, þú kemur bara hérna beint í beinaðan, ég er að spá að henda það bara beint í loftið. Ekki? Hvað segir afmælisbarnið? Ég segi allt gott maður. Það ekki? 42 ára. Já, og lítur út fyrir að vera ekki árun eldri en 33. Það er blóðanlegt á 5. 25, já. Ef ég fer til útlanda og ætla að bregða mér á djammið, þá er ég stundum spurður skilríki að dýraverðunum. Og ég faðma dýraverðuna þegar þið gerir þetta.
og kissi það í baku fyrir og segja takk, bara kremin virka. Já, þetta nú sitja hérna mótið með 2 menn sem að vita að kremin virka. Ásgeir Kolbeins, þú ert hvað, 46 ára og lítur út fyrir að vera 18 og svo það Páll Óskar sem 42 og lítur út fyrir að vera 25 ára. Hvaða krem það að nota, strákar? Ég nota Purity Herbs. Purity Herbs? Já, íslenska. En þú, Ásgeir? Hvað ert þú að hendi? Alveg, já, það nú bara svona eitthvað basic, sko, andlitskrem einhver. Já, bara einhver basic andlitskrem, þetta flott svar hér, Ásgeir. Nivea. Já, Nivea, já, nota Nivea alltaf mikið. Já, mikið? Já, sem sagt, já. Ekkert mikið, skilur mikið, sant, þú veist. Berðu framan í það að þú fer að sofa? Nei, ég gerir það nú ekki, sko. Ég veit ekki, það ekki samt gott bara? Hann var ekki að fara að byrja á því. Það ógeðslega fínt. En hvernig, talandi útlönd, Palli, ég las einhvern veginn viðtalið við þig, ferð þú stundum til útlanda til þess að hösla? Já. Það er eina leiðin fyrir mig til að hösla. Já, það að bara vera í útlöndum. Heldur einhver fari heim af djamminu með Páll Óskari? Já, það góð saga í þingunni, maður. Nei, veistu, ég fann að halda því miður að flesti íslenski karlmenn séu aumingjar. Já, þar heyrið það, íslenski karlmenn að núti. Páll Óskar vil menna séu aumingjar. Gaurarnir þori ekki eins og fara með mér í bíó. Nei, ok. Ertu að bjóða mönnum á date og svona? Ég er að leita, þú veist, með öðru auganu. Já. En það svolítið, þetta endar svolítið eins. Já. Að þeir láta Páll Óskar svolítið trufla sig. Já. Og þá verð ég bara að taka ábyrgð á því. Já, þetta er svona búin að koma þessu svona... Já, þetta er hringekja sem ég kom sjálfum mér í alveg ótilneyddur. En þú ert að höstla í útlöndum, ert að monta og sért að hot celebrity in Iceland? Aldrei. Aldrei? Nei. Ef þið spyrja mig hvað ég sé að gera, þá lýg ég bara. Já, þannig að þú er aldrei sungið fyrir einhvern mann hann úti? Nei. Ertu aldrei að tróða upp á svona stöðum úti og svona? Ég hef ekkert gert neitt í því að neitt alvöru síðan 1999. Ok. Ég túraði mjög mikið Evrópu eftir Eurovision, þannig að 97. Og þessi 2 ár fóru rosalega mikið í festival. Ég var að tróða upp á svona popfestivalum og hommafestivalum, gay pride hátíðum. Hver er munun á festival og hommafestival ef ég spyrir þið? Það er bara meira homm. Það er bara meira gay? Já. Og þetta endaði svolítið þannig, mér fannst ég verið að byrja svolítið á öfugum enda, no pun intended, og ég fann það svolítið sterkt að þú verður fyrst að vera tilbúin með eitthvað katalóg af lögum. Þú verður að vera tilbúin með singla og spila þeim út og þá getur þú farið að fylgja þeim eftir og tróða upp. Ok. Ekki hoppa upp á svið og tróða upp og vera ekki tilbúin með neitt materiál á baku þig. Nei. Og þetta fór þannig að þetta hopp og skopp á mér þarna þessi 2 ár, þetta fór venjulega þannig að það var ég sem var að borga, þú veist, fyrir alla flugmiðana og hótelgistinguna og... Þannig varst ekkert mikið að græða á þessu kannski? Ég var sildi í gjaldþrot. Ok. Svona í kringu 99. Og ákvað bara, ok, game over. Ég ákvað bara að hafa hægt mig og byrjaði á frekar frá grunni bara hérna heim aftur, sko. Já. En þarna gættu að því á þessum tíma þá var ekki komið nein loftbrú. Það var engin styrkir sem maður gæti verið að vaða í. Nei, þannig að getur verið kannski aðeins öðru svo færið í dag. Já, og kannski viðhorfið og viðmótun ríkis og jafnvel borgar var kannski svolítið annað gagnvart poppi. Það hefur nú breyst svolítið mikið á síðustu 10 árum. Guði svo lof. En hvernig er afmælisdagurinn búin að vera? 42 ára í dag. Hún lítur vel, hvað ertu búin að gera í dag? Ég reynda að þú komst hérna fyrir með að fara að spila Ad sem hún gerðir hérna fyrir í dag með mér. Já. Og virkilega skemmtilegt. Er þetta fyrsta símaatið sem hún gerir? Ég held þetta sé símaat nr. 2. Ok. Ég er ekkert svona hrekkjusvín. Þetta varst lítill. Varst ekkert að hringja á skjalla á? Nei, við vorum eitthvað að reyna að hringja í enskukennaran okkar og hérna taka það upp á segurband af því að þessi enskukennari talaði svo lélega ensku og þótti það svo fyndið. Við krakkandi töluðum betra enskuldar en hann. En hvað þá í kvöld, ef það er búið að róla til í dag? Er veistla hjá Palla í kvöld? Það verður bara smá matarboð og mjög rólegt í kvöld, en partíið er á morgun á NASA. Já, þú ætlar að halda upp afmælið bara á NASA? Já. Og sérstakki gestir, blár ópall.
Eiga þeir meira en eitt lag? Eru þeir að fara að frumflýta nýtt lag á morgun? Það er ekkert annað. Og þú er með hrifin að þeim? Þeir eru æði. Við ætlum að spila með þeim það ekki á 800 bar? Já, nei, ég var það með þeim í Hvítahúsinu. Á Hvítahúsinu? Já, Selfossi. Og 800 bar, rest in peace. Ég hef alltaf spilað á Hvítahúsinu. Ég hef aldrei komið inn á 800 bar. Og nú þýðir það ekki lengur. Nei, hann alltaf reyndar að reisa hann aftur. Þetta hrikalega leiðalt fyrir hann eða greið þarna. En ég veit að þá að byggja hann aftur. Ég var að spája að spila bara núna atið hérna fyrir hlustendur. Þetta at sem sagt gengur út á það að við fréttum að það er árshátíð á morgun hjá Arion banka. Og Páll Óskar, ég sem sagt, doblan í það að hringja í mannin hjá True North sem að sér þessa árshátíð og láta svona eins og hann eigi að spila á morgun og sé búin að taka kvöldið frá og sé svona, já, þú ættir að spyrja hann bara, þú veist, hvort það væri allt klárt og þú væri hann pínu stressaður og svona og já, þessi maður kemur að sjálfsögða fjöllum því að Páll Óskar átti ekkert að spila á árshátíð Arion banka. Við skulum bara heyra hvernig þetta at gekk hjá Palla. Kalli? Já, Kalli. Já. Blessaður, Páll Óskar hérna. Blessaður. Heyrðu, ég var bara að spá, ég þetta með dagbókina bara fyrir frá mig og bara að spá þarna í Arion á morgun. Já. Í Laugardalshöll. Sko, að því ég er búin að heyra svo lítið í ykkur og orðin svona pínu stressaður. Sko, hvenær er soundcheck á morgun og hvort allt sé ekki bara í gúddi. Það var þess búið að því þangað ekki hana. Og ég hérna með í bókinni, hérna Arion, Laugardalshöll. Logi Bergmann veislustjóri. Karníval þema. Og ég var að vera on stage frá 10 til 12. Já. Að því svo fyrir ég beint á NASA. Já, sko nú hefur þetta gerst áður en ég kom inn í verkefni að því að sko ekki einhvern neinu sem ég hef þá við nokkuð sem verið minnst á þig. Þannig að þetta er eitthvað sem að... Ég skrifaði þetta inn í bókina mína örugglega fyrir meir en hálf ári síðan. Ok, og það er búin að synja fullt af verkefnum á þessum fórsöndum. Sko, veistu hvað ég er búin að segja nei við marga? Nei, ég kom inn í verkefni fyrir mánuði síðan, sko. Jesus. Þannig ég þekki þetta greið. Veistu hver talaði við þig eða? Sko, ég fekk bara gemsanúmerið þitt, hérna, Kalli, True North, 840-0051 og það er það sem ég skrif inn. Ef það er ekki hægt að tróða mér inn í prógramið, eitthvað staðar hérna, milli 10 og 12, bara til að gera eitthvað, þótt að sé bara 3-4 lög eða eitthvað, er einhver séns eða mér þetta alveg vænt að fá einhverja skaðabætur? Já, ég hérna, sko... Veistu, þetta er ógeðslega skrítið. Þetta er ekki í fyrsta sinn meðan Þór blessaðan að það sé eitthvað svona klúður hjá True North í sambandi við svona bókanir að einn segir eitthvað og einhver réttir einhverjum annað eitthvað símanúmer og ég er alveg komin upp í kók með að gera þetta svona, ég vil helst bara gera þetta millilega laust hérna frá. Ég er eiginlega orðin svolítið fed up á True North pakkanum. Ég er bara að passa upp á það bara að ef þetta gengur ekki, ef þetta virkar ekki í þetta skiptið, þá má ég passa upp á það, tróða aldrei upp framar fyrir True North ever again og ef þetta verður eitthvað megaklúður þá fer ég með þetta í fjölmiðla. Ég þarf bara að íta 3 takka á tölvunni og þá er ég komin í fjölmiðla. Mér spyrir þegar þetta á en ég skilur sjálfsög ástöðinu mjög vel en ég fá heyri Þór og heyri sér í þess. Akkur alltaf í skít hjá True North? Getur hennu ekkert svara þessu nána að þessu stöndið? Fínt, þú getur bara skilað Þór minni bestu kveðju og ég vona svo sannarlega að þið náðu það hýsja ykkur buxurnar að þetta er one time too many. Og ég ætla allan að þessu segi, sko, ég ætla að fá að heyri Þór eða leið sínuna áður en ég sjá meira en og það kann vel vera að við getum fundið okkur grundvöld á þessu þar sem allir ganga í burtu sáttir. Ok, takk fyrir þetta vinnur og ég heyri þér eftir. No problem, bye. Jæja, þessi típa. Hæ Kalli. Hæ. Þetta búin að ná í Þór? Já, hann kom á fjöllum, en segði mér eitt. Ég ger ráð fyrir þessi bókun hafi verið gerð einhvern veginn öðruvísi en símleiðis. Þessi bókun er alltaf bara í tölvupost. Erstu með eitthvað að fast í hendum þetta? Þegar við erum... Ég er með tölvupost hérna fyrir frá mig. Sko þetta gerist... Framsenda þennan tölvupost á hann. Það er ekki oft sem ég verð reiður en ég er orðin frekar pist akkurat núna. Og ef eitthvað ef þú ert að halda þetta partí, ef þú ert að sjá þetta partí, þá þú að geta verið nógu mikill maður til þess að geta klára þetta mál sjálfur. Og það er einfallega þannig að sem ákvarðan getur... Ég væri mjög sáttur ef að þið getur lagt inn 350 kall á mig, helst í dag. Þú að byrja því að þú bara komið með reikning til okkar. Og við ræðum saman þegar þú kemur reikningin, við lístum það.
veistu, kemur ekki til greina, þú getur alveg lagt inn á mig pronto. Þú veist hann sjálfur undan virkar að ég get ekki gert mér að fæst fyrir okkar reikningin ef maður... Ég vil helst fá það í dag. Já, ekkert máli kemur við reikning í dag, eða? Ég get alveg. Partíð á morgun. Það það rétt. Já, ég er þetta væntum á fá að sjá þig og reikningin. Ég held að það er mjög feginn þegar þú sér mig. Það ekki? Jú. Ég er alltaf gaman að hitta góða menn, sko. Já, þú þarft þetta ekki að borga honum neitt. Helvítis Auðun Blöndal. Málið er, elsku kallið minn, hann Auður Blöndal er búinn að sitja hérna yfir mér og segja mér hvað ég á að segja. Það er búið að hrekkja þig hérna í FM 95 Blö. Já. En ég get lofaði því, þú ert allavega ekki að borga honum krónu. Nei, ég ætla að sleppa því. Og ég myndi aldrei taka 500.000 fyrir eitthvað svona gig. Lágmark 1.000.000. Lágmark 1.000.000 segir Páll Óskar. Þetta var með Palla. Skulum fá eitt lag með snillingum og svo ræðum við aðeins meira við hann. Svo styttist líka í föstudagslægið. Sverrir Bergman ætlar að taka Nothing Compares to You fyrir okkur innan rétt á eittir. Það byrja með mér, syngur Páll Óskar. Leiðir illa í atvinnuðan, Palli? Finnst þér óþægilegt að hrekkja fólk? Já, þetta er ekki alveg mín deild. Nei. Ég myndi aldrei hringja svona símtal. Já, ég var reyndar alltaf að reyna að espa þau upp. Þú var svo góður í þér. Já, þú varst eitthvað bak við mig að reyna að æsa mér. Vertu reiður, brjálar, vertu reiður. Þú veistu hvað? En svo, var hann bara svo næs, hann Kalli. Já. Hjá True North. Hann má eiga það, hann var ekki mikið að æsa sig. Ég bara, ég elska True North. Það hefur aldrei neitt svona rugl gerst. Nei, sjálfsög ekki, þetta er bara að. Já, big time. En þarna heyrðu það líka, Palli, að þú getur actually bara farið út í þennan bransa að fara að rukka menn fyrir eitthvað sem þið bókuðu ekki. Þeir ætluðu bara að henda upp reikning fyrir þið. Já. Þetta er kannski svona að sleppa bara giggunum og rukka. Það er bara mjög hugguleg hugmynd. Rukk EHF. Já, rukk off. Ég verð að spyrja, fyrst við erum með Kolbeins hérna, Ásgeir Kolbeins. Ég tók ljótan hrekka á hann einu sinni í Tekin, þar sem hann var en gay icon. Og, já, þess að strákurinn sem hann var að reyna við, sagði hann gæti verið, sem hann var að reyna við hann í hrekknum, sagði hann gæti orðið að gay icon. Er Ásgeir Kolbeinsson vinsæll hjá samkynhneigðum mönnum, veistu það? Nú er ég svolítið clueless. Já, þú er ekkert heyrt það? Ég held að þú sért meira hot. Já, þakka fyrir það. Það er geiliðinu. Þetta var rosalega góða fréttir maður. Það er alltaf gott að hafa möguleikann opna. Já, nákvæmlega. Það er ekkert að gera. Já, þannig að hann á Kolbarinn er ekki að gay icon? Nei, það held ég ekki. Nei, ok. Samt með öll kreminn og allt gelið og allt ruglið. Já. En er ég hot hjá stelpunum? Já, ég held það. Já, ég held að séu svona, það eru nokkra að núti sem verður til að reyna að snúa þér, held ég. En það er ekki einhverja straight strákar sem eru hot fyrir mér? Straight strákar sem eru hot fyrir þér? Já, ef svo er, þá held ég myndi aldrei segja mér það. Nei, það er svona, ef það kæm allt í einu upp, við erum að horfa á enska boltan eitthvað, ég er nú bara svolítið skotin í Palla. Þá held ég að þetta er einhvern svona sem kemur ekki upp hjá straight gaurum. Ég held að sé allt öðru í svo stelpum heldur en strákum. Ói? Já. Það er svolítið henni, sko. Ég held það, sko. Já. Í miður. Hvernig, ég langar að spyrja á hann og tala með að ferð hann að erlendis að, skoða stráka og svona. Hver er munurinn á samkynhneigðum strákum á Íslandi og til dæmis á erlendis? Sko, það sem að tekur fyrst eftir er fjöldin. Já. Sko, hérna heima, senan hérna heima er svo lítill. Senan? Já, senan alveg. Að það má líkinni við svona cirka bát meðal stóra ítalska fjölskyldu. Já. Þar sem allir þekki alla. Já. Og ég leiði mér að ganga svo langt að segja að hver og einn meðlumur í fjölskyldunni hefur ákveðið hlutverk. Já, ok. Þetta er alveg svo lítið. Já, ég skilji. Svo aftur á móti tekið líka eftir því að þegar íslenskir gay strákar ná að gangi í samband og sambandi virkar, þá eiga það svolítið til að hverfa. Já. Þeir hverfa bara í sófan. Á fjölskyldunni bara? Já, þeir hverfa í einhvern sjónvarps kartöflusófa á föstum og lögutum og það er erfitt að... En byrjar það ekki bara sama og... Já, það er bara eins og hinum held ég. Já, straight fólk að díla við þetta líka. Já. Það verður bara minna varfið það því að stærri fjölskyldan í okkur held ég. Ok. Maður á vini sem eru alveg trilltir allar helga, sko, rífa mann á djammi, sko, og síðan eru komnir hérna í samband og þá bara heyrist ekki þeim, sko. Já, ég á 3-4 vini sem er ársjúkir að þið byrja með stelpu og sem maður það ekki, sko. En óneitanlega þá er blóðtakan kannski aðeins stærri hjá geiliðinu. Já, að þið eru svo fámenn. Já.
En svo það ballið á morgun, allir á NASA, afmælisveisla hjá Páli Óskari. Yes. Klukkan byrja stuðið. Heyrðu, húsið átta klukkan 12. Já. Ég byrja að spila bara strax. Ok. Ég spila eiginlega pásulaust, alveg til 4:30. Eða þá til mér verið bannað. Já. Að halda áfram. Henda sviðinu. Og ég tek svo auðvitað treði upp. Ég verð með rosa sjó með dönsurum og við erum að skreita hús alveg hátt og lágt. Við viljum að gera þetta hús eins fallegt og hægt og taka ofan fyrir húsinu og starfsemi þess. Já. Taka ofan fyrir Ingo og NASA. Því nú bara borgar sig að kveðja þetta hús með stæl og reisn. Það er rétt. Og ég verð með þetta gig á morgun. Og það eru fleiri fastagestir en NASA sem ætla að fylgja í kjölfari. Ég veit að Guðskus ætla að halda tónleika og Sálin. Já. Og fleiri svona nöfn. Kveðja húsin. Já, fleiri nöfn sem að hafa eiginlega verið í þessu hjónabandi með húsinu síðustu 10 árin. Og ég veit að síðasta partíið, allra síðasta partíið í þessu húsi verður 27. maí. Það er Eurovision partíið. Eurovision, já. Og það er 27. maí. Húsið lokar 1. júní eða fyrstu helgina í júní. Ok, þannig að það er bara hver að vera síðastur að kíka ball. Já, og munið myndavélarnar. Tökum myndir af þessu húsi til varðveislu. Akkurat. Því nú er síðasta tækjaverið. Nákvæmlega. Ég hvet alla til þess að kíkja á Palla og Palli aftur hjartana til hamingju með afmælið. Sömuleiðis. Sömuleiðis takk. Ég var að segja takk. Já, sömuleiðis. En ég viljum að fá Ass Back Home með Gym Class Heroes og svo er Sverrir Bergman að detta í hús með föstudagsslagið og það er Sinead O'Connor slagarinn Nothing Compares to You. Vá. Takk aðeins fyrir komuna, Palla. Takk sömuleiðis. Home með Gym Class Heroes. Ég þakka Páli Óskari aftur kjallaði fyrir komuna. Mætti hérna á afmælinu sínu. Hvað er þú með marga followa hérna á Twitter? Ég er með eitthvað tína slata. Nú, er það að byrja á Twitter eða? Já, við erum svona að skoða þetta. Já, þú ætti nú að rándýr þar. En hingað í stúdíu okkar er komin annar stórsöngari. Engan áhuga mínum á Twitter. Nei, ég meina þú getur ekki verið að bóka stelpur og þú getur ekki verið á tjattuna neitt, þannig ég veit ekki hvað þú ætlar að gera á Twitter. Nei, ég bara, veist. Hvað ertu með marga followers á Twitter? Ég bara nýbyrja, ég veit það ekki. Það er mjög lítið, sko. Akkur þá spyrja, þú veist það ekki? Kanntu ekki það á það? Nei, það var lítið. Ég var að senda núna á Páli Óskari, það var að setja inn á mynd af honum inn á stúdíónu. Já. Þú tala bara eins og sett 70. Það er bara svona, hörru, hvað er með Twitter hérna? Ég er ekki alveg með Twitter. Ég var að setja myndin. Hann er alltaf 6:30 og er að píra augun og reyna að stara á símann til Hvað, þú og Páll Óskar var ekki saman í bekka þá, Óskar? Nei, ég er að stríða þér þarna. Herðu, hann er mættur hérna til okkar, hann Sverrir Bergman. Við erum búin að skipta út einu söngvari fyrir annan. Vertu velkominn, Svessi. Já, ekki fyrir. Þú ert nú fastu liður hérna hjá okkur á föstum. Jú. Hvernig ertu þennan föstudaginn? Bara alveg yndislegur. Ekki? Jú. Bara helt ferskur? Já. Hvað varst að gera núna aðan? Ég var bara að taka upp Game TV og svo eitthvað fleira. Varst að taka upp Game TV? Já, alltaf á föstu. Á föstudum? Já. Ég er ungum búin að taka upp sjáðu, sko. Í alvörinni? Já. Og hvað, mikið að myndum að koma út? Já, flotta myndir núna, maður. En hvað varst að gera rétt ára að komast hingað, Svessi? En hvað hérna? Þú bara koma mér hingað. Já, en varst ekki að gera eitthvað áður og komst? Jú, keira það. Hvað varst að gera? Varstu að sækja eitthvað? Ég var bara að koma mér hingað, skilur. Já. Ok, þannig þú varst ekki að gera neitt svona hressandi áður? Nei, ég var bara að koma mér í gýri, vorum að æfa ég og Halldór og það var alltaf erfitt lag að ná, sko. Já, er einhverja stóra fréttir í þínu lífi þessa dagana? Þetta er svolítið óþægilegt að setja hann að gefa þetta. Ég veit of mikið hann, sko. Og, ég ætla ekki að segja neitt, ég lofa. Ég var búin að lofa þér í þannig að ég minnist ekkit meira á þetta. Herðu, Sverrir Bergman mættur og Halldór Gunnar. Já. Og það er komið að föstudagsklæðinu. Ég er enda búin að segja hlustendum hvaða lag er núna. Og þetta er gamall slagar með Sinead O'Connor. Já, rétt. Og ég held að þetta sé samið að Prince. Já, Prince samdæmið þetta lag. Og það er skemmtilegt að þið er ýmislegt samið til Sinead O'Connor. Þið eru bæðið með frábæra söngröð og bæðið sköllót. Og fallega augu. Já, fallega augu. Fyrirgefðu þetta. Loverboy. Hún var ekkert sköllótt, hún var bara vel snóðklift, sko. Já, hann ekki alveg niður. Ekki alveg niður. Jú. Nei, ekki alveg niður. Nei, ég var búin að vera þvílitt að starra á þetta myndband, sko. Já, það er enda rétt. Hún var með góða bróta. Já, smá besta, sko. Já. En þú ert ekki að fara að opna þig hérna eins og Páll Óskar. Hann var bara að segja okkur frá ferðalögum sinni þegar hann var að hösta í útlöndum og svona. Já, ítalskri fjölskyldu sinni og eitthvað. Já, það er enda mjög létt að fá Páll Óskar til að opna sig. Já, hann er frábær. Þetta er svona maður sem þarf ekki að vera fullu til að fara á trúnó. Nei. Hann var ekkert feimið við þetta. Þetta drekkur hann ekki. Nei, sem er eitthvað sem að margir hérna í þessu stúdíu mættu taka sér til fyrirmyndar. En er Halldór Gunnar, er hann klár?
Hann er dóttirinn. Búin að koma sér hérna fyrir, herru, þá það bara föstudagslægir og eins og áður við komið fram það Sinead O'Connor slagarinn Nothing Compares to You. Take it away. To You með The Chubby Littles Westman. Herru, bara þetta var vel gert, ég verð að gefa það. Takk fyrir það. Getur svo ekki. Áski Kolbens, hann lét sig hverfa hérna einhverja smástund. Það sé ekki að senda einhver SMS eða gera helgina klára því það ekki gallinn. Hann fór aðeins að punta sig. Já. Þið eitthvað búin að ræða make-notkun hans? Nei, ég reyndar ekkert minnst á það við hann. Og kannski að við gerum það bara hér og eftir. Já, tjóðlaka mitt. Ég reyndar að leta hann lesa eitt bréf fyrir mig náðan, svona eins og sem að hlustandi sendi inn og það var svolítið líkt honum. Ég reynda gleymdi þessu þar. En hvernig er helgin hjá Chubby Swaz? Herðu, það er hérna á morgun. Gamlega að fara að dæma í söngkeppni sem er í Mosó. Já, Hvíta riddarann. Já. Það er eitthvað stórkostleg söngkeppni og það er hérna Steindi Junior er að kynna það. Já. Og svo einhver grjótur dómnefnd og það er einhver svaka vinning. Já, þetta er loka kvöldið, ekki? Jú. Já, hvet alla til þess að kíkja á það sem er í Mosó eða bara í bænum að söngvakeppna á Hvíta riddarann mann og kvöld. Já, gaman á Hvíta riddaranum og svo náttúrulega hvet ég alla að kíkja á dönsku krána upp á miðnættið, það verður ég og Halldór. Já, þá verður þið mættir og ætla að taka einhver föstudagslög. Já, við tökum föstudagslög og svo menn geta fengið live óskalög bara. Ok, vel gert. Það er aldrei að vita nema maður komi og hendi í eitt óskalag. Ásgeir með allt niður í sig hérna. Við ætlum að fá auglýsingar og komum svo aftur að vörmuspori. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890. Castello. Ekta eldbakaðar pizzur. Fjölskyldufjör á Greifanum í mars. Allar barnamáltíðir á aðeins 500 krónur og að auki fylgir svali og einn leikur í keilu með hverri barnamáltíð. Greifinn. Slepptu þér aðeins og taktu Kringlukast. 20-50% afsláttur og nýtt kortatímabil. Kringlan, komdu í heimsókn. Mottuvarsbólirnir fást í Dogma. Að hverjum seldu mottuvarsból renna 1500 krónur til Krabbameinsfélagsins. Vertu kallmaður og mottaðu þau upp í Dogma. I'm not an idiot. I know that you're going to have friends over. Burn kynir. And my car is off limits. Project X. Klikkuðustu grínmynd ársins. We never had a shot at. Dibs. Bráðum sömu og færð okkur hangover. There's a little guy in the oven. Want some of this? Project X. It's time to shut it down. Komin í bíó. Við erum á Hrauninu, þó ekki glæpsamlegir. Sparaðu. Pústþjónusta BJB Flatarhrauni 7. bjb.is. Prýtaðu þig. Einstök tækifæri eru einstök. Send okkur SMS í 1917 eða farðu á hraðpenningar.is og kláraðu dæmið. Prýtaðu þig. Núna. hraðpenningar.is. Föstudagsfjör á Skautasætinu Egilshöll. Föstudagskvöldið frá 19 til 22. Haffi Haff, Kristmundur Axel og DJ Hannarún. Aðgangseyri 1000 krónur og skautar innifaldir. Skautasætið Egilshöll. Túborg kynir. Tónleikaröð Túborg heldur áfram á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Eldar tryður upp en Sveitin sú er samstarfsverkefni hins eina sanna Valdimars og Björgvins Ívars sem meðal annars er í lifum. Húsið opnar klukkan 9, frítt inn í boði Túborg sem eru auðvitað á svæðinu á vinalegu verði. Bar 11 og Túborg, aðeins það besta. Gott endursöluverð. Toyota, betri notaðir bílar. Þarftu lán? Ertu viss? Ekki verið í ruglinu. Ekki taka lán fyrir kakóbolla. Ekki taka lán fyrir pítsu. Og ekki taka lán með SMS. Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á múla.is. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Komdu á Happy Hour á Hamborgarafabrikunni í kvöld. Vertu glaður með vinum þínum. Svo skutlum við frítt í bæinn. Hamborgarafabrikan. Laugardaginn 17. mars verður opið hús í Reebok Fitness. Dillaðu þér í vinsælustu Zumba-tímum landsins og pröfaðu að láta svitan renna að þér í einum glæsilegasta hot yoga sal sem sést hefur. Skráðu þið strax inn á reebokfitness.is. Reebok Fitness, Holtagörðum. 433.is. Glæný fótboltasíða opnar í dag. 433.is. Alltaf í sókn. Glænýr gómsætur matseðill.
Red Chili, Laugavegi 176, sími 562 6000. Úlfur, þeir að hlusta á FM 95 þennan förstu daginn, vonandi eru þau öll komin í, helgafrí eða allavega gott fjör þennan förstu daginn. Það styttist hérna í fleiri gesti en þeir sitja hérna mótið mér Ásgeir Kolbeinsson og Svessi eða Chubby Little Swessman, báðir í miklum gýr. En herði, ég ætlaði nú að fara hérna í sturlaðar staðreyndir með ykkur, en ég verði eiginlega, það er uppáhalds dagskrárliðurinn minn. Sturlaðar staðreyndir. Það er eðalliður, en ég verði eiginlega að byrja á því að, nú eigum við allir hérna sameiginlegan vin sem heitir Jón Gunnar Geirdal. Já. Og Jón Gunnar Geirdal, eða JGG, hann hatar ekkert Facebook og er mikið þar inni. Hatar í alvörunni? Hann er mjög gróður hann inni, hann er alltaf að posta ykkur og svona, en svona eins og bara litla frænka mín. Já, hann er bara, ef þú myndir taka á honum tölvuna í svona 20 mínútur, þá myndi hann bara vera honum sveittur, sko. Já, hann myndi líða illa. Ég verð að lesa hérna fyrir ykkur, áður við förum í sturlaðar staðreyndir, status frá Jón Gunnar Geirdal. Og þetta er magna, ég ætla að lesa þetta, er þið til? Ég er bara orðinn gríðarlega spenntur Já, þetta er svona smá netmisnotkun, við erum oftast með þetta mánudöfum, en ég gat bara ekki setja á mér þetta núna. Þetta er nýr status frá Jóni Gunnari Geirdal og hann hljóðar svo: Andlegur undirbúningur fyrir AK-City nær hámarki í dag. Roadtrip Geirdallana með Þórarin Þórarinsson, a.k.a. Ölstofu Öðlungnum og aðstofa skólastjóra Íslands Valdimar Víðisson, a.k.a. Raggi Bjarnalitli. Grátt þetta sænska skonnortan Freyja Geirdal kænst ekki með. En Estrogen gengi með mig fremstan í skrúðgöngunni, lofar að taka eins og eitt dans fyrir elstu systir. Við jafnvel þennan eðal sumar, Play, Reytel, Röndey, Smell, Alma Geirdal, Sigurborg Geirdal, Lilja Rund Geirdal og Fjóla Katrín Steinsdóttir verða í áður ósögum ham í höfuborg óttans norðan heiða sælans. Þetta er, ég bara misti andan við að lesa þennan status. Og þetta er bara eitt status eða voru þetta þrý splæs saman? Þetta er bara eitt status og hann takkar öll nöfnin sem að ég nefndi. Þau eru svona, þú veist, skrifað með bláið, þannig að það er búið að taka þau svona inn. Það er greinlega þetta Jón Gunnar Geirdal er á leiðinni norður og ef þú ert í bílnum að hlusta, þá verður bara óskaplega hamingju með þennan status. Þetta er bara lengsti status ever. En herðu, eru þið tilbúinir eins og aðdrakkar í lið sem heitir Sturlaðar staðreyndir? Já, þetta er eitthvað skemmt þessi heyri, sko. Takk fyrir það, takk. Þetta er enda sko Svepp og Pétur, þeir eru miklir aðdáðandur, en svona misjæmt, þær eru misgóðar. Ég er mikill aðdáðandi, sko. Já, ég fíla það. Eru þið tilbúinir? Já. Hóðlega byrja. Þetta eru Sturlaðar staðreyndir eða insane facts, og það byrjum. 8 af hverjum 10 konum segja að fyrsti kossin gefi til kynna hvort þetta verði samband eða ekki. Wow, það er en insane fact. Þetta er ekkert sturlað, sko. Nei, þetta er samt staðreynd. Er þetta rétt? Hvernig er ljómi? Þetta er hárið. Hvað segir þú, Loverboy? Er þetta rétt Kolb? Já, men kom á því þegar við lendir þessu sjálfur, þegar við kýrst stelpu og það er svo vond að kissa hann þegar við séum bara, já, ok, glemt þessu. Er það í alvunni? Fyrstu kossin er ekki góður, getur aldrei orðið samband? Jú, ég menn það segir heilmikið. En menn eru bara ömulegir að kissa, eiga það bara ekki breyk? Jú, finna bara einhverja sem eru ömulegt að kissa líka. Frábært. Já, þetta er, já ok, mér finnst þetta samt hátala, 8 af hverjum 10, ég hef aldrei spáð í þessu. Kannski fyrsti, ég menn ef Ásgeir Kolbeins er fyrsti kossin sem svona mikilvægur, þá er það er bara þannig. Cold Machine. Herri, svo er það, meðal manneskja eyðir yfir 600 klukkutímum í kynlíf frá aldrinum 20 til 70 ára. 600 klukkutímum, þannig að það segir okkur að Cold Machine er með svona 2000. Allavega, ári. Svo er það næsta, 47% fólks fær martröð einu sinni í mánuði. Insane fact. Fáið þið oft martröð? Ég hef ekki fengið martröð í einhver ár. Þetta er reglulega sko, það er svona eitthvað svona creepy. Ertu aldrei eitthvað, þú ert að sopna og þá ertu alltaf fastur eða eitthvað, eða detta eða eitthvað? Færðu það ekkert? Er þetta það mikið drauma líf í þér, Ásgeir, og þú færð ekki martröðir? Nei, ég er alveg laus við þetta. Kannski er þetta allt bara draumur. Ef ég fæ martröðir, þá er það yfirleitt þetta ég er eitthvað að hlaupa undan einhverju og get ekki hlaupið. Það er ótrúlega þægilegt. En er það ekki bara sannleikurinn líka? Þú átt erfitt með að hlaupa.
Það var það næsta. 65% af fólki hallar hausnum til hægri þegar það kissir. Er þið sammála því? Kissir sér strákar. Hvort myndið þið? Það er rétt. Það er rétt? Ásgeir. Það er svona... Þið áttu bara svona moment alltaf. Ok, þannig að þið eru hluta þessum 65%. Hvet fólk sem er, saman í bíl, fast á rauðu ljósi, að tekka á þessu, hvort þið hallið til hægri þegar það kissast. Herru, svo er það, hæsti maður heims var 2,71 þegar hann var 21 árs. Vá. Shit, sko. Hvað er hann hár þegar hann tegir úr sér þá? Ég veit ekki, það setur upp hendunar eða eitthvað maður. 2,71. Já, þetta er svona gauður sem er martröður svo aftan í bíl. Ég sé myndir af þessu gæja. Hann var að skipta peru inn í stofu, sitjandi á stól. Já. Og sat hann bara á svona stól og náði upp í loft. Það var stærra en Avatar, gaurarnir. Stærri en? Veistu hvað þeir eru háir? Það verið svona blár, bara eins og Avatar. Já. Þeir voru miklu meir en 2,70. Já, ertu eitthvað geðveikur? Herru strákar, við erum ekki Avatar umræðum hérna, við erum í sturglunum staðrendum. Sorry. Tilbúin í næstu? 2 af hverjum 5 giftast fyrstu ástinni sinni. Ég verði alveg viðurkenna það, Svessi. Þú ættu nú að flokkast undir þess að 2 af hverjum 5. Akkurru? Að þú ert ástsjúkur. Er ég akkurru í það? Já, þú ert ástsjúkur. Já, Svessi, ekki vera að neita fyrir það. You're a lover, not a fighter. Svo kemur hérna næsta. Þú gleymir 90% af draumuðinum. Make sense? Já, með ekki. Málið maður mann og þeim var nývagnaður. Já. En einhvern hluta vegna 10 minnur senna áttu búin að gleyma. En hafið þið aldrei rendið í að þið með þessu vaknið og munið ekki að dreyma svo allt í einu bara en daginn munið, já herðu, ég var að dreyma þetta. Þú veist, kemur aldrei, er það bara þegar þið vaknið? Verðið að munna það þá? Nei, ok, skemmtileg umræða. Þá er það næsta. Englendingar drekka meira te en allar aðra þjóðir og sem dæmi drekka englendingar 20 sinni meira te en Bandaríkin. Wow. Já, mér fannst þetta ekki áhugavert. Maður gæti alveg sagt sér að English breakfast tea. En indverst te, svona, eitthvað ekki chai eða eitthvað svona indverst te, getur það ekki rústað þegar miklu meira til af indverjum heldur en nokkuð tíma breytum. Já. Ekki fara í það ekki þetta. Sorry. Bandaríkjamönnum sko. Svo er það 66% af fólki kissir með lokuð augun. Já. Kissir statusstrákar, farið þið til hægrið og lokið. Ég verði að hafa opinn ef Ásgeir að nálgast. Já. Lokar alltaf augunum, Ásgeir? Já. Það er málið. Já. En þú, Svessi? Þú, sko... Jó, ætlaði það ekki. Jó, ég finn það eiginlega, núna. En það er samt bara 66%. Eitthvað svo opinn augun. Já, það býr vandræði að þetta eru bæðið með opinn. Já, akkurru. Þá er það bara svona staðaði svona. Það er bara gott annað og... Wow. Look into my eyes. Það er rosalega aðsnálegt. Akkurru. Hverju? Það er það bara. Já, en allavega fyrir hinn 34% sem er að hlusta á, finnst mér ekkert aðstæðanlegt, þetta er bara áskip. Svo er það, hollendingar eru hæsta þjóð heims. Já. Amazing fact. Kemur það óvart? Hollendingar? Hollendingar. Já, þetta er léleitt. Náðist ekki það. Og svo er það síðasta, Japanar eru minnsta þjóðin. Það kom mér svo sem ekkert óvart. Prentaður bara út fyrstu blaðsjónu sem kom og bara lest að duga, varst ekkert að fara yfir neitt svona? Nei, ég les alltaf bara 10 staðreyndir sko, hverjum degi. Það er erfitt að halda þessu lið út í hverjum þætti þannig. En það voru margar skemmtilega staðreyndir þarna og við vorum meila sammála flestu þeirra. Magnificent er mættur í stúdíóið, þeir ætla að taka þetta lagið fyrir okkur með, eitthvað gott bávílag og eftir. Við ætlum að fá fyrst hins vegar We Are Young með Fun. Ásgeir, veist ekki leiðilegt að setja á lag sem á ekki við þig. We Are Young með hljómsveitinni Fun þeirra að hlusta hérna FM 95 Blö á FM 957 og gestagangurinn heldur áfram. Páll Óskar var hérna hjá okkur aðan, Chubby Little Swessman er búin að vera með okkur og hingað er komnir 2 nýju gestir, annars vegar Magnificent, verður velkominn Magni. Takk. Og Kalli Grétars, verður velkominn. Kalli Grétars? Já, Kalli Örvars, Grétar Örvars, ég rugglis alltaf. Takk fyrir, við skulum byrja þetta. Takk fyrir það. Herru, þeir eru ferskir? Við erum mjög ferskir. Það ekki. Og Magnificent heldur með svo gítarn. Ég verð að spyrja það núna, Magni, ég hef ekkert hittið síðan og dast út á Eurovision. Varstu svektur? Ég var svektur, en svo er lagið mitt, mest spilaða lagið á Íslandi. Ekki hinn. Ok. Alveg eins og í fyrra. Dóttin í svona pakka? Já, ég dóttin í bitur pakka. Nei. Svona smá bitur. Nei, ég fyrir ekki aukvæmst. Ég var svona að pæla í þenn daginn, sann. Þess að þarf ekki, eða er ekki búið að skilin enskum texta líka með þessum lögum þegar þau farið í keppnina? Nei, held ekki. Þannig, ég minna eins og þitt lag til næst, það frábæra lag, er það ekki til enskur texti fyrir það? Jú, það var samið, enskur texti var samið fyrst. Já, en ég minna ekki þetta, bara á þess að hafa mikið fyrir því, henda því líka út. Jú, það er ekki mál. Það var svona gaman að heyra ensku útgáfuna. Það er mjög flottur. Sem hefði þá verið útgáfan sem hefði farið í Eurovision. Já, við bara hvetjum ykkur að taka það einhvern veginn í þættinum. Já, algjörlega. Getur við tekið hana núna, Magni? Á einsku? Já, Ég fór að kanna ekki. Kanntu það ekki einsku? Já, það er hérna Buried in the pain The avalanche hit me again. Einhvern veginn svona.
Ég vildi ekki myndir að hætta. Hann er bara brútali flott. Þetta er miklu betra lag á ensku. Ég vil fá að heyra þetta á ensku. Á íslensku. En hvað heitir Hugar á ensku, veist það? Voruð þið konið með nafn? Mind titill. Avalanche eða eitthvað kjöndur. Ok. Herðu, þið eru að fara að spila á morgun á gólunni með hvað? David Bowie tribute, eða ekki? Með David Bowie. Já, hann mætir og áritar frá 9 til 11, eða ekki? Já. Í því líka stemmingu. Hann er ekki komið fram á tónleikum held ég 5-6 ár, þannig að þetta verður mikil viðburður. 2007. Það er mjög skrítið að maður sem er ekki búin að halda tónleika sem 2007 ætla að taka svo bara eitthvað tribut á gólinu. Já, hvernig finnst það? tribut á sjálfan sig? Það verður að byrja í einhver staðar. Já, þannig þetta er enda, það er greinlega bara rosalega helgi framöndan, það er alltaf að gerast eitthvað. Það er ekkert að gerast, það er bara þetta. Já, górilan. En þá er ég að tala líka ásvættíða fyrirtækinu hjá mér morgun og tjöflið og svesmenn á dönsku og þetta er bara svona, það er greinlega hellingur að vera. En það er hins vegar komið að því, þið ætla að taka lagið. Þetta er eiginlega fyrsta sinn, sko, Magni, sem að þú kemur og tekur lagið þetta, minn. Þú er aldrei mætt með X-ina. Nei, ég gerði það viljandi að koma ekki með hana síðast. Já. En sko, síðast þá sagði ég sem sagt að ef ég myndi vinna Eurovision og þú ætlaðir að lýsa stuðningi við mig, þá myndi ég, þú veist, gera eitthvað fjandan. Þetta er þér að kenna, sko. Ég veit að fólk vildi greinlega ekki sjá þig nakið hérna á lögðunum. Nei, það er ekki. Það vildi enginn hafa mig í útvarpinu á bestu degi. Er þetta gítarinn góði úr Rockstar eða? Nei, þetta er gítarinn góði tónastöðinni. Hvað er hérna Rockstar gítarinn? Hann er bara heima. Notar hann ekki það? Jú, sko, ég fekk einn var kassagítar, hann er piece of shit, þannig að þú veist, hann er notað sem bréfapressa. Ok. Hvað tölum við þetta Bowie tribute frekkarinn að hvað þessi gítar kemur? Við erum bara blögga svolítið. Herðu, en hvað Bowie-lag ætlaði að taka? Ég veit ekki, hvað Bowie ætlaði að taka? Eigum við ekki að taka bara Supernova-feelingin á? Já, einmitt, svo fer hann beint aftur í Supernova-tenginguna þegar við erum hættir að tala gítarinn. Nei, ég meina það er ekkert öðruvísi. Ég meina Magnús söng þetta fyrir Já, það verða bara David Bowie-lög, já, annað kvöld á gólunni. Já, það verður eitt David Bowie Queen-lag. Já, ok, ég get sagt ykkur að vinur minn, Sverrir Þór Sverrisson, stundu kallaði Sveppi, hann fór á David Bowie tónleika og þetta er saga þegar David Bowie spila á Íslandi. Þá var Sveppi fremstur á hurðinni á höllinni, Laugardalshöll, hann mættu fyrstur, stóð fremstur, fór upp í sviðið og var þar allan tíman og það var í fyrsta sinn sem að hann mega á sig, hann sem var greitt fyrir það og hann hefði viðurkennt það fyrir mér oftar en einu sinni. Hann vildi ekki fara á klóstið, það var svo stappað, hann lét bara gossa. Þetta er bara, vera mjög algengt á svona stærri tónleikum. Já, þú ert á hróaskeld og svona, láta þetta bara flakka. Ég er í gegnum 100.000 manns, þú ert ekki að fara á klósetti, sko. Já, líka bara svona, herðu, strákar, út kannski á Pöldum tónleikum bara, ég ætla að míga, passið stæði þetta fyrir mig. Það er líka barinn, ég kemur strax aftur. Og svo sérðu þennan mann ekkert meira. En í lok tónleikana heldur hann bara 4 vodka í kók eitthvað. Hvert fóruð þið? Ég get þetta ekki fengið þetta, Magna, því ég er búinn að hrósa laginu hérna Hugar og svo rosalega hérna upp á síðkasti og við erum ekki búin að spila það þættinum. Ég er hægt að dobla því að fá það unplugged eða? Já, mennar? Já. Ég held í kunna, ég hef aldrei spilað þetta á gítar. Það er Bowie-lag, sko. Já. Sko, öll lög eru annarkvort komin frá Bowie eða Beatlunum, sko. Nákvæmlega. En, það var þetta fyrsta sinn sem að spila þetta unplugged hérna, Magni með Hugaró. Ég er sagan að verða til. Já. En það er sérst gaman að segja frá því að við verðum annað kvöld, hefjum leik hvað? Klukkan 12, eitthvað svo leiðis og mér finnst þetta náttúrulega, ég verð að koma að mér finnst þetta náttúrulega eins og algjör snild að sé komið skemmtistöður þarna. Já, í Gráin. Fólk í Grafavóginum, í Árbænum, í hverfinu þarna nýja ofan við. Það Brekjugörðinu? Já, þar og svo þarna nýja hverju ofan við. Þetta fólk þarf ekki að taka leigubílni í bæjumhelginu. Nei, það er bara að kíkja á 6.000 kall. Já, með að kíkja á Bowie tribute. Já. Ég fíla það. Við erum búin að spara ykkur 10.000 kall. Bór ekki bara inn í okkur og kaupa bjór. Já, bróða. Já. Það er að segja ég. Já. Þú og gítarið. Það held ég. Herðu, við bara hvetjum alltaf til að kíkja á þessa meistara á gólunni annað kvöld. Partíin byrjar 12. Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna, strákar. 12 byrjuð að öskra á mig hérna. Ég skulda víst skilaboð. Ætla að hendi þau og svo komum við að vörminspori. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listin. Alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Viðskiptavinir Atlandsolíu eru enn á ný ánægðustu viðskiptavinir olíufélaga á Íslandi. Það segir ánægjuvoginn, Atlandsolía. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Fjölskyldufjör á Greifanum í mars. Allar barnamáltíðir á aðeins 500 krónur og að auki fylgir svali og einn leikur í keilu með hverri barnamáltíð. Greifinn. Það er ykkur hundur í þér? Já, maður
ég ætlaði að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki bofs. Nú? Það var bara ruglað með einhver lántökugjöld og verðbólgu eða verðtryggingu. Já, þetta er hundfúlt, alveg hundfúlt. Og svo kom bara einhverja 1000 tölur á blaði og ég bara, halló, þið getur alveg verið að gelta bara mig, ég skil ekki neitt. Er Ólin eitthvað þröng á þér? Akkur ferð ekki bara inn á smálán.is? Vandar ekki bara smá? Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér... Engi Hjalla 433.is Glæný fótboltasíða opnar í dag 433.is Alltaf í sókn 30.000 áhorfendur og allir helstu gagnrýnendur landsins eru sammála. Þú verður að sjá Svartan á leik í bíó. Svartur á leik. St. Patrick's Day á English Pub á morgun. Stór Guinness á 500 kall til 10 og Jameson á tilboði. Lifandi tónlist og boltinn í beinni. Láttu sjá þig á St. Patrick's Day á English Pub, Reykjavík og Hafnarfirði. Dílar.is í dag. Miði á undanúrslitakvöld músíktilrauna 2012 á aðeins 600 í stað 1000. Dílar.is Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Fermingar jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. FM 95 Blö er í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköldóttan. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Brown með Turn Up The Music. Þessi drengur, hann að glíma við einhver vandamál en vonandi þroskast hann upp úr þeim. Heldur þú það? Já. Heldur það með ekkert svona Bobby Brown bara framtíðar hann einhvern veginn? Jú. Alltaf einhvern veginn. Er ekki eitthvað slúður þau sem fara að gifta sig? Hver? Rihanna og hann? Já. Ég von ekki mann. Það sé alveg nýtt og ferst. Nei, hvað er að þér? Nýtt og ferst er að Russell Brand var hérna að fá $5,000 bail. Já, hann var handtekinn. Já, handtekinn. Þeir að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957 og það má eiginlega segja að bara elitan af tónlistar fólki sem búið að koma hérna Magna og þeir voru að kveðja á þökkaðin kellaði fyrir komuna. Páll Óskar var hérna líka á hann, Chubby Little Swestman er ennþá hérna. Áskil, þú ert eiginlega svo eini sem að hefur... Ég er ekki að fara að syngja, sko. Nei, getur eitthvað sungið? Hvað tekur þau fyrir kærleikum? Ég get alveg lofa þér því, ég er betri söngar en þú. Já, einmitt. Þess var heldur góður þér. Ég gleymi þið aldrei, ég held að það sé bara besta er þegar þú fórst í Idol á sín tíma og söngst fyrir saman hann að Bubba og Siggo og þau sem voru þá í dómnefndinni. Þau varst í 70 mínútum og þú varst að sýna henni fram á hvað verið lélegur söngari. Og það, ég man ekki hvað Bubbi sagði, en ég þurfti að grafa það upp því hann sagði að þú væri líklega ættir aldrei möguleika á að geta sungið neitt. Já, kannski að því að við vorum í þætti og ég var að grínast. Þeir eru bara að barka. Herðu, en ég var þetta að fá SMS hérna frá Palla. Páll Óskar glemdi því að við megum gefa miða á NASA annað kvöld. Þú glemdir því, hann glemdi því ekki neitt. Já, ég er að reyna að setja þetta yfir á Palla, maður. En allavega, þá er ég að spá að opna þetta fyrir síman 511-0957 ef það er einhver, gýri ykkur að kíkja á Páll Óskar annað kvöld á NASA. Það er svona með síðustu partíunum og ég hef ekki að gefa svona, hvað, 10 miða cirka. Og þetta er líka fyrsta sinn í dag sem við opnum fyrir síman. Það er alltaf stemming. Hvað séu þessu? Bara skemmtilegt fólk? Fáum einhvern hérna inn. Já, það er skemmtilega leiðilegt fólk þá. Tjekkum á sig. FM 95 Blö, góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan dag, hvað heitir þú? Ég heit Alltaf Þjóðsson. Þú voru að lækka í útvarpinu? Já, ég býst við því. Já, býst við því. Ég bjóst nú aldrei við því að ná inn. Nei, en langaði á ball með Palla? Herðu, ég held nú bara að ég sé ekki nú gaman. Nei, ég þorði ekki að segja það sjálfur, sko. En ég hefði spurt þig svo aldur, hvað er þetta gamall? Ég er nú bara 12, sko. 12 ára, já, ok. Þannig að það er alveg góð 9 ári að þú fara á Pallaball. Já. Þá eru Pallórun 51 ás og NASA orðið á hóteli. Já, örugglega. En þú ert ekki að fara á það? Æ, nú er hann að fara að díla það að fá fullt í nammilandinu, snakkpoka og drasl og sendir með hann pappa á ball. Já, en viltu bjóða sýstiðinni eitthvað? Já, ef hún vill, þá má hún örugglega fara. Já, ok. Það var alltaf gaman að heyri þið, vinnur. Já, herru, takk svo leiðis. FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Langar þig á Pallaball? Já, heldur betur. Heldur betur. Þú ert vonandi búin að ná aldri? Já. Já, aðja. Ég er rétt yfir 20. Rétt yfir 20, glæsilegt. Og hvað heitir þú? Dagný. Dagný, hvað stóttir? Ívars. Ertu Palla-fan? Að þvílíkt. Já, menn þið eru ekki Palla-fan. Já. Það er svona þetta ömulega eitthvað svona... Ég held að elski bara allir Palla.
Nei, ég vil bara fara á balli til að hlusta bláan ópal. Já, blár ópal. Já, þeir verða þarna líka. En hvað áttu margar svona góðar vinkonur? Við erum 5 sem langar að fara saman. Ok, þá ætlum ég að gefa ykkur miða fyrir 4, nú verður að skilja eina eftir. Geðveikt, takk æðislega. Ok, þannig að það er Dagný Ívarsdóttir +3 í hörð. Æðislegt, takk kærlega. Ok, bye bye. Já, hún held ég að vera að grínast en þær verða bara 3 þarna skvísunar. Herðu, gefum smá í viðbót FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, herðu, langar þig að kíkja á Pál Óskar á NASA annað kvöld? Herru, ég var ekkert á móti því. Fíla það. Og hvað heitir þú? Þetta er Haukur. Haukur? Og hvað heitir pappinn? Hann heitir Sveinbjörn. Sveinbjörn, ætlar að taka hann með? Nei, ég miður ekki. Nei, en hvernig ætlar að taka með þér? Herru, 2 félaga, það er það ég. 2 félaga, það eru skemmtilegir. Yes. Herru, þá ert þú bara á leiðin á NASA annað kvöld og ég óskaði bara góðra skemmtunar. Herru, takk að kella. Herru, glæslegt, ok, takk fyrir. Bye bye. Herru, hvað ég var að gefa einn viðbót? Já, þetta er gaman. Tökum síðasta hérna. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn, er þetta að gefa mig á Palla? Herru, já, það passar. Herðu, sittur maður, mér langar ógeðslega mikið að fara, sko. Það er ekkert annað, það er bara sitturinn. Já, við erum að tala um það, þegar ég var 9 ára, þá var ég með plakkat af Palla upp á vegg, sko, og það voru allir að biðja mig að taka það niður. Já, hvað er ruglið það? Ég er bara Palla fann síðan ég var bara 7 ára, sko. Og hvað er plakkatið? Hvað er plakkatið? Það er bara upp á vegg. Þetta er 9, 7, ertu 16 ára? Nei, alls ekki, ég er... 9, 7, ekki 16 ára? 9, 7. Hvað það er að fann sem var 7 ára og 9 ár síðan og plakkatið verið uppi, það gerir 16 sko. Já. Við erum með smá starffræði heila hérna, þú voru að afsaka þetta, hvað ertu gömul? Afsaka, herru, ég er svona 20, sko. Þú ert 20? Já, nennum að fara með þessa starffræði eitthvað annað? Hvað er 9? Sorry, ég er bara 16, 20. Herru, en hvað heitirðu, vinkuna? Ég heiti Una Hildadóttir. Una Hildadóttir? Já. Herru, og hvað ertu með marga vinkonur? Herru, við erum bara 2. Þið eru bara 2? Yes. Nennir enginn að hanga með ykkur? Hæ? Nennir enginn að hanga með ykkur? Jú, bara ég gæti svona alveg smala fleiri saman. Við erum hérna 2 saman sko núna, þannig að... Ég fíla það, en er ég að stríða og ég bara vona að þið skemmti ykkur sem allra best. Tala ekki svona grjótharður Palla þenn. Herru, takk fyrir það. Ok, góða skemmtun. Já, bye. Herru, þá erum við búin að gefa miða á Pál Óskar sem er á NASA annað kvöld. Þetta er gaman að hlusta á þetta og búin að smitast alveg af FN-tökton. Nú, ok. Það er alveg komin með svona sama ruglið og allir hinnir. Hvað er það? Þú veist, það er svona hvað klukkan er og eitthvað svona og hvað það gera og eitthvað svona stuði. Hvað klukkan er? Já, ég heyrði daginn, á eitthvað klukkan er. Þú tókst eina FM-kynningun daginn, svona alveg bara eins og þú væri búin að vera með FM í blóðinu. Það er dagskrálið hjá okkur Pétur Jóni sem heitir Hvað er klukkan? En nú er hins vegar klukkan að verða 6 og já, það er komið tíma á að kveðja. Við erum búin að vera einnig miklu stuði síðan 4 í dag. Hvað tala ég eitthvað öðru í þegar þú voru 70 mínútum? Já. Ásgeir, dreftum, ég ætla að lækka í þér. Ég ætla bara að kveðja ykkur einn hérna. Þetta er búið að vera mikið stuð. Ég vil þakka Magna, Páli Óskari, Ásgeiri Kolbeinsinni, Svessa Bergmann og öllum fyrir komuna og já, ég vil þakka ykkur kæru hlustendur fyrir að hlusta. Við verðum mættir hérna aftur á mánudaginn klukkan 4 í miklu feeling og já, það er allavega nóg að vera. Pall er á NASA, David Bowie tribute á Górulunni, Sverrir Bergmann er á Dönskukráni og svo er söngvakeppni á Hvíta Riddaranum í Mosfellsbæ, þannig að það er allt að vera. Ásgeir heldur að ég sé að stríða honum en það er búið að lækka í honum. Við heyrumst á mánudaginn. iPad, aldrei á hvolfi, aldrei öfugur og aldrei ruglandi. Það er bara svona sem ég rúlla. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Er ekki komin tíma á eitt ferskan og góða línubát? Sölabáta. Fjölskyldufjör á Greifanum í mars. Allar barnamáltíðir á aðeins 500 krónur og að auki fylgir svali og einn leikur í keilu með hverri barnamáltíð. Greifinn. Ein af ástæðan þess að Dominos er mest selda pizza á Íslandi er svo að viðskiptavinir Dominos treysta því að allt hráefni í öllum pizzum Dominos er fyrsta flokks og umfram allt ferskt. Dominos býður upp á meiri gæði. Dominos 58-12345. Eigulegar fermingargjafir sem endast. Netverslun.is og Nýherji. Nú er kauplaup í Smáralind. Kynntu þér glæsileg tilboð í kauplaupsbæklingnum á smáralind.is. Sjáumst Smáralind. Hvernig hljómar indverskur kvöldmatur? Á Tandoori færðu heimsþekkta indverska rétti. Fjölskyldufjör á Greifanum í mars. Allar barnamáltíðir á aðeins 500 krónur og að auki fylgir svali og einn leikur í keilu með hverri barnamáltíð. Greifinn. Þess
Messi er góður. Ítalskur bátur í speltbrauð. Viðgerðarþjónusta. Húsþjónusta BJB. BJB.is. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Nú með brúmberjum. Þarftu lán? Ertu viss? Ekki verið í ruglinu. Ekki taka lán fyrir kakóbolla. Ekki taka lán fyrir pítsu. Og ekki